gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, stundum hérna við Rauðaborðið hef ég sagt þegar við komið til tals svo háaldrað fólk og við sem höfum fylgt foreldrum okkar í gegnum veikindi og síðan dauða. Að ég hef sagt að ég vil ekki vera undirbúin til neitt hlutverk í ævinni en að vera uppkomið barn veikra foreldra og fylgja þeim síðan í dauðan. Og ég hef haft það orðið að við þurfum kannski að ræða þetta miklu meira til þess að vera undirbúnari og skilja þetta betur og deila reynslu okkar, styrk og vonum eins og eitthvað stærra sagt. En þá kemur þessi bók út hér þegar mamma mín dó eftir Sigrúnu Ölbu Sigurðardóttur sem hér komin. Þú ert að skrifa akkurat þetta. Já. Og kannski á þessum ástöðum að þetta kom þér óvart. Já, pabbi minn dó fyrir 10 árum síðan. Og þá leið mér einmitt svolítið svona. Ég var svo illa undirbúin og var einhvern veginn. Og svo fer maður líka átt að segja á því að þetta er tímabil sem kemur aldrei aftur. Þannig að það er svo mikilvægt fyrir maður sjálfan og fyrir þann sem er deyjandi að maður geti gert þetta nokkuð vel. En þetta er tímabil sem er uppfullt allskyns tilfinningum, ást og kærleika en líka samviskubiti og eftirsjá og stundum reiði og bara eiginlega allur tilfinningaskalinn. Og þetta er tímabil sem að ég held að snerti flesta mjög djúpt og svona lifi með manni alla ævi. Það verða svona hlutverkaskipti, allt í einu þú með umhyggju yfir þeim sem hafði áður umhyggju með þér. Já. Sannarlega. Þannig það er ekki alveg sjálfgefið að maður ekki nái að skipta einhvern veginn gír og stundum á sá erfitt með að láta sjá sig sem áður sá aðra. Já, einmitt. Og ég upplifði það mjög sterkt einmitt með móður mína. Hún hafði verið þessi kona sem alltaf hugsaði fyrir öllu og hugsaði alla og allir báðum aðstóð. En núna var hún allt í einu komin hinum megin við borðið og það reyndist henni svolítið erfitt. Hún vildi gera sem mest sjálf en ég upplifði það líka þegar fólk er orðið mjög veikt að þá skorti það stundum innsýn í eigin getu og þá getur skapast svona ákveðin togstreita og þá komum við kannski líka inn á hlutverk heilbrigðiskerfisins. Og hvernig það getur stutt við bæði deyjandi fólk og aðstandendur í þessum aðstæðum. Já, við erum oft blind á við erum oft bara blind á okkur sjálf. Þannig frægt svona þegar fólk er að fara á 50 stúdentsammæli. Fær sjokk hvað allir orðnir gamlir. Já. Af því að við sjáum okkur sjálf stundum öðruvísi heldur en aðrir sjá okkur. Og stundum er það mjög erfitt líka ef að svona andleg heilsa og líkamleg helst ekki hendur á hvort veginn sem er. Bókin heitir Þegar mamma mín dó. Viltu segja mér frá þegar mamma mín dó? Já, sko fyrsta setningin í bókinni er svona þegar mamma mín dó vildi ég ekki fara frá henni. Og þarna var ég að upplifa andlátsstund í 3. sinn á ævinni og ég hef fylgt 5 einstaklingum í gegnum lífsloka meðferð. En ég vissi svolítið þegar hún dó hverju ég átti von á. En samt held ég að hver dánarstund sé einstök, bara alveg svo hver fæðing er einstök. Og hver manneskja einstök. Já, og það er svo mikilvægt að þetta verði góð stund, bæði fyrir þann deyjandi og fyrir aðstandendur. En það er líka svo margt sem getur farið úrskeiðis. Mamma mín fékk sem betur fer góðan dauðdaga. Hún var á líknadeildin á Landakoti og var búin að vera þar í tæplega eða rúmlega viku. En síðustu mánuðina sem hún lifði þá fór hún inn og út af spítala sem er mjög algengt og já, hún vildi helst bara vera heima og það er mikil umræð það að fólk geta verið heima eins lengi og hægt en það er svona mín reynsla að kerfið sé ekki alveg að styðja við það.
Þetta eins og hægt að fólk heima löngu eftir að það komið fram yfir þann punkt. Já, ég upplifði það sjálf og ég hef líka heyrt marga sem hafa komið til mín eftir að hafa lesið bókina og deila sömu reynslu að þurfum einhvern veginn að vanda okkur betur. Það margt sem að ef að fólk á að vera heima sem þarf umönnun allan sólarhringinn þá þarf eitthvað meira til en bara innlit stöku sinnum. Já, og öryggissnappur. Já, sem kannski ekki alltaf á sínum stað eða já. En finnst þér það að það svolítið talað í þess áttin að fólk eigi að vera heima bara eins lengi og mögulegt eiginlega stemmingin. Að það kannski sé byggt á því að það bara ekki pláss fyrir fólk að taka á hundi því. Já, ég held að það sé hluta til bara verið að hugsa peninga þegar verið að hvetja fólk til að vera heima sem lengst og svona komið inn hjá fólki svona hálfgerðir skömm yfir því að þurfa að fara á hjúkrunarheimili eða eitthvað slíkt. En eins og ég segi, það væri hægt að, ég meina fólk sækir og heilsuhælinn í Hveragerði og svona það til stofnanir þar sem að fólki líður vel og vill vera og ég held einhvern veginn að það væri hægt að hugsa þetta kerfi allt miklu betur. Þannig að búa til fleiri slíkar staði? Já, en bara slíkar stað fyrir fólk sem komið kannski á lokasprettin á stutt eftir að búa til, ég meina víða erlendis eru stofnanir sem svona hospís sem eitthvað mitt á milli spítala og líknadeildar. Eins og elliheimilin voru í gamla daga, eða átt að vera. En þau eru flest orðin af hjúkrunarheimilum í dag, eða ekki? Jú, ætli það ekki. En kannski aðalpunkturinn hjá mér kannski að ég held að því að þetta snýst ekki bara tíma að fólk vilji ekki annast aldraða foreldra heldur snýst þetta mjög mikið ábyrgð og mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að fólk sé öruggt á þessum síðustu vikum eða mánuðum í lífi sínu ef það orðið mjög veikt og það það ekki alltaf heima hjá sér. Það mjög algengt að eldra fólk sé að detta og eins og fyrir sjálfa mig þá bara hræðilegasta sem að ég gat hugsað mér var að mamma mín myndi detta og reka höfuðið í og einhvern veginn myndi enda ævina þannig og sem betur fer gerði hún það ekki en hún fór inn og út og eftir hún fór inn á líknadeild og aftur heim og á þeim 3 dögum sem að liðu milli þess sem hún fór heim fyrsta líknadeildinni og í annað sinn þá datt hún 3 þannig að það munað svo litlu og já, mér finnst bara mikilvægt að tala þetta en þannig að bókin fjallar bæði þetta kerfi sem við búum dauðvona einstaklingum og aðstandendur þeirra en líka allar þessar flóknu tilfinningar og maður upplifir þótt þetta sé, maður upplifir gífurlega sorg og ótta og hræðslu þá upplifir maður líka marga góða tilfinningar við þessar aðstæður eins og komst inn á áðan að snúa svolítið hlutverkin við maður fær kannski að sýna foreldri umhyggju sem á annan hátt en áður. Þessi, tala ótta, þetta er fólk sem komið á svona síðustu ár og framundan dauðinn sem fullt tilefni held ég, til þess að óttast. Við höfum eiginlega ekki tæki til þess að gera annað en að óttast. Nei. Því að þú talar svona hægt og friðsælt andlát að það getur líka sveiflast á milli á leiðinni þar sem annars vegar slíkar tilfinningar en séu líka bara skelfing fram yfir döðanum. Jú, þetta auðvitað já, það enginn sem getur æft sig heldur fyrir það að vera allt í einu komin í þessi spor að standa andspænis döðanum og marga tilfinningar sem takast á innra meðunum döðvona og við sögum alla æfina undirbókur undir döðan. Já, við vitum að hann þarna en auðvitað þegar mann döðin nálgast þá fer mann líka þykja mjög vænt lífið og kunna meta það og Sama hversu lítið og veikt það Já, einmitt. En já, ég lýsi þarna einhvern veginn, ég held að margir upplifi það bara þegar maður kemst svona snertir eiginlega dauðan í gegnum aðstandur sína þá einhvern veginn eflast öll skinnfærin, það verða allir litir skærari og hljóð háværari og lyktin meiri og einhvern veginn maður lifir lífinu mjög djúpt við þær aðstæður og oft líka tengist kannski
fólk nýjum böndum eða styrkir bönd sín á milli, systkini eða vinir og þannig að það eru svo margar hliðar á þessu en fyrir þann sem er dauðvona þá held ég að líka mætti vera meiri stuðningur. Mamma mín fékk svolítið áfall þegar hún var lögð inn á líknadeild í fyrsta sinn og ég bað hvort hún gæti fengið að hitta sálfræðing en hérna það var ekki boðið. Hún gæti fengið að hitta prest sem hún var ekki tilbúin til á þeim tímapunkti. Og þú veist, það eru svo mörg atriða því ég held bara að við ættum að huga betur á þessum tíma. Það er náttúrulega gríðarlegt álag að vera allt í einu dottin inn á svona deild sem er náttúrulega ekki alveg svona venjulegt mannlegt samfélag. Nei. Og því fylgir oft mikið álag sem getur þannig þetta í ástandi þessum óttafull og ósátt. Það getur magnað upp alls konar svona viðbrögð sem kannski eru óeðlileg, kannski hefði fólk ekki átt að bregðast við en eru að mörgu leyti skiljanleg vegna aðstæðna sem þetta í. Já, einmitt, það verða mjög stórar tilfinningar en ég var mjög þakklátt þegar mamma mín fór inn á öldrunarlíknadeild á Landakoti þá tók þar læknir á mótinu sem sagði við hana, þú veist þú ert komin hingað til að deyja og við skulum reyna að gera hennan tíma eins góðan fyrir þig og hægt er og hún svona samþykti það og þá fór hún að slaka meira á líka og þarna á líknadeildinni þá eignaðist hún vinkonu og sýndi mig það að það er aldrei of seint að eignast vini. Þær voru þannig að 2 eldri konur sem að náðu mjög vel saman í því að tala hvað það væri erfitt að geta ekki verið heima hjá sér og hvað það væri erfitt að eiga svona börn sem vildi ekki leyfa þeim að vera heima en að þau höfðu væntanlega rétt fyrir sér. Og þegar mamma mín var komin í lífsloka meðferð átti sem það bara mjög stutt eftir nokkra daga þá bað hún einmitt að fá að hitta þessa vinkonu sína og þær lokuðu sig inn á herbyggi og spjalluðu lengi saman og þú veist svona stuðningur er svo mikilvægur bara þegar fólk getur fundið stuðning í hvort öðru við þessar erfiðu aðstæður. Eins og í svo mörgu sem er svona jafningjastuðningur, getur verið þeir sem er glíma við krabbaminn, getur verið þeir sem er glíma við fíkn. Það ofta er það sem að jafningjarnir geta gefið hvort öðrum eitthvað sem að fagfólkið eða við ættingjarnir og getum bara ekki. Við erum ekki í þessari sömu stöðu. Og auðvitað er erfitt að skipuleggja svona en þarna var til dæmis upplifið það að fólk var virkilega hvatt, allir sem mögulega gátu voru hvatti til að koma fram og borða þó að margir ættu erfitt með það, hvatti til að vera eða skapa smá samfélag og það fannst mér ótrúlega gott, gerði mömmu minni til dæmis mjög gott að finna að það voru fleiri í sömu sporum og hún. Mömmu hörnaði mjög mikið svona í COVID í þegar var dregið úr umgengni við annað fólk og náði sér eiginlega aldrei aftur á strik eftir það og fór að óttast samskipti að því að hún var að koma með elliglöp og var byrjað að lenda í aðstæðum sem hún réð ekki við og annað slíkt og dróð sig þá þegar hún loksins fór á hjúkrunarheimili þá dróð hún sig mikið inn í skel í herberginu vildi ekki vera fram, fannst það óþægilegt og þú varst að tala um svona sálfræðistuðning og það hefði mátt vera eitthvað eitthvað slíkt sem hefði hjálpað henni. Þá kemur það er svo erfitt fyrir okkur að segja eitthvað, þú ættir að vera frammi mamma. Þá var maður með svona boðvald og eitthvað svona sem ég veit ekki að ég náði aldrei að láta virka. Ég gæti aldrei sagt þetta til. Ég gæti verið að leggja yfir til en ég gæti aldrei einhvern veginn fundið þessa leið. Já, ég held að allur svona andlegu stuðningur við bæði þá sem eru deyjandi og líka kannski við aðstandendur af því að með því að styðja við aðstandendur þá hafa þeir kannski meiri orku til að sinna og meira sjálfstraust til að sinna hinnum deyjandi. Þannig að, Það sé eitthvað svona markmið hvað við erum að gera. Já, og það er nú eitt en svo er þetta líka stundum svolítið förum við ákveðin svona hlutverk út frá því hvort við erum konur eða karl eða önnur kyn
og það mér finnst sérstaklega, ég upplifði það mjög að það var svona lögð annars konar ábyrgð á mig sem konu heldur en á bróður minn. Og eins og þegar mamma var að fara heima bráðamóttökunni, þá var hún spurð hvort hún ætti ekki dóttur, því að hún var svona pínu hikandi aldrei þessu vant við að fara heim. Og jú, hún átti dóttur, þannig að þá var bara málið leyst þannig. Og svo málið, hvað var málið sem var leyst? Að hún gat í rauninni ekki verið ein heima hjá sér. Og hún var oft send heima og þess að geta verið ein heima. Hún átti, sem sagt, var mjög orkulítil og gat í rauninni átti erfitt með að fara milli herbyggja eða standa nógu lengi upprétt bara til að rista sér brauð en fekk samt að fara heim þar sem hún vildi vera. Þannig að já, þannig hún þurfti í rauninni sólarhringsumönnun sem að erfitt að veita nema að maður geti bara helgað sig því hlutverki alveg, en flestir eru kannski í vinnu og með aðra skyldur, eiga börn og úlinga og annað sem þarf að sinna líka. Þannig að þetta er svona, ég hef búið töluvert í Danmörku á síðustu árum og veit að þar til dæmis getur fólk fengið veikindaleyfi til að annast dauðvona ástvin. Líkt og maður fær ef barnið manns veikist hér á landi, en ég held að þetta sé alveg ótrúlega fínt fyrirkomulag og þá geta til dæmis fólk líka skipst á, tekið 2 og 2 vikur eða eitthvað slíkt. Að því ég held að ef að, eins og þú sagðir, þegar fólk stendur frammi fyrir dauðunum, þá verður það óttaslegið og takast á allskyns tilfinningar og auðvitað gott að fá aðstoð hjá fagfólki, en það er líka ómetanlegt að geta fengið stuðning frá ástvinnu sínum. Og þess vegna held ég að þessi stuðningu við ástvinni, hann skila sér alltaf til þess deyjandi líka og til samfélagsins, að því að ég hef líka sé bara ótal margar konur sérstaklega fara í kulnun eftir að hafa annast veikt foreldri eða veikan maka. Veikan maka, það er ég held að það sé eitthvað sem við erum svolítið blind fyrir, hvaða áhrif það getur haft á maka sem eiga mjög veikan maka. Já, einmitt. Og maður séð fólk, ég vil eitthvað segja, hrörna mjög hratt út af einangruninni, út af þessu svona sérstaka ástandi sem er á heimilinu, þar sem verður einhvern veginn svona ójafnvægi með einhverjum hætti sem í kannski sambandi sem var í miklu meira jafnvægi. Allt í einu eru einstaklingarnir háðir hvort öðrum og allt annað máta. Og maður séð fólk ég held að við ættum að skoða hvernig við getum stutt fólk, þannig að maður sér bara, þú þekkir það, að maður sér bara fólk hrörna, það bara öðruvís á litin og maður upplifir á lífslogin sem í þeim er bara miklu minni og þannig að þetta er mikið álag. Já, einmitt, allt þetta sem hún nefnir og líka bara einmitt álag yfir því að þurfa að vera að taka ábyrgð á mjög veikum einstaklingi í langan tíma. Sem er mikil. Já, að það er, við fer bara með heilsuna hjá mörgum og ég upplifði það einmitt með foreldra mína. Mamma byrjaði að veikjast árið eftir að pabbi dó og ég veit að hún er ekki ein, það er svo marga konur í slíkri stöðu. Og það lifa lengur konurnar? Já, það gera það víst yfirleitt. Það eru fleiri ekkjur en eklar. Já, sem eru veinar og oft eru þær með lítil fjárráð og fleira, þannig að sumuleyti eru eldri konur í sérstakri stöðu. Var það, ég just að sé ennþá þannig. Það var hérna fyrir einhverjum áratugum, það voru svona kannanir á þessu og þetta var kannski fátækasta fólkið í landinu. Já. Fátækir ekkjur. Já, ég held að við getum gert sem samfélagi getum við gert miklu betur í þessum málum. Og svo nefnir vinnumarkaðinn, að vinnumarkaðurinn gerir ráð fyrir því að vinnuaflið eigi aldraða foreldra sem að þurfa á umönnun að halda, eins og börn. Já. Við gerum ekki ráð fyrir því. Nei, einmitt. En það held ég bara, ég held að það myndi skila sér miklu betur að reyna að hugsa þetta kerfi aðeins betur. Ég man þegar svona síðust ára pappa, hann var veikur og eiginlega bundinn hjólastól og þegar var eitthvað að hjá honum, þá var eiginlega eina leiðin var að fara á bráðamóttökuna. Já.
sem að mér fannst alltaf svo, og ég fór líka með mömmu okkar. Já. Og þetta eiginlega, eins og einhverju segja, sko, þetta meikar eiginlega enga sens, sko. Það að fara með svona háaldra fólk í bráðamóttökuna sem eiginlega gert til þess að taka á móti fólki sem lendir í slísum eða einhverju svona bráðaveikjendum. Einmitt. En þetta fólk ekki þar, sko. Nei, já, einmitt, ég þekki það og að sitja á biðstofunni tímanu saman með aldraðan einstakling sem er svo máttórinn að hún á bara erfitt með að sitja uppréttur. Það er bara alveg skelfileg reynsla. Og svo kannski vera þarna í 12 tíma og svo pappa var hann lagður inn kvöldi og búin að vera allan tíma og ég spurði einhvern tíma hvernig stendur á þessu? Akkur er hann ekki bara skráður inn strax? Og þá var eitthvað sem sagði mig það að það er öðruvísi gjaldtaka á rannsóknum á bráðavaktinni heldur en þegar þú ert innskrifaður, það má ekki rukka því sem innskrifaðan sjúkling. Já, mitt. Ég veit ekki hvað þetta er satt, en mér fannst þetta trúlegt þegar maður sagt þetta, því að við vorum margir dagar sem veitum þarna. Mitt, já. Því að svo hann gæti ekki farið heim, það var ósjálfbjarga og endaði náttúrulega að hann var innskráður á sjúkrahúsið. Já. En þetta er fyrir einhverjum árum síðan, meira 10 árum síðan. Nei, veistu, ég held þetta hafi ekki breyst mikið, eins og þegar mamma mín vildi fara heima af hjartadeild áður nú var í rauninni tilbúin til þess og gerði það og svo þetta kom að því að hún gat ekki verið heima og var komið með mjög alvarlega verki og þurfti að fara á bráðamóttöku en þú veist það er ekki hægt að hringja aftur á hjartadeildinu og segja kona sem var útskrifuð frá okkur fyrir 2 dögum getur ekki verið heima hjá sér. Þá þarf það að fara aftur í gegnum bráðamóttökuna með mjög veikan einstakling og ég geti ekki ímyndað mér að þetta sé sparnaður að kalla til sjúkrabíl og fara í gegnum bráðamóttökuna þar sem er mjög mikið álag til þess að hægt sé að leggja inn konu sem er vita hvað er að og hvar á best heima í kerfinu inn á hjartadeildinni. Það var ég tók viðtal við öldrunarlækni sem er nú komin aldur sjálfur. Hann var svona að fara yfir stöðuna og hann var að segja að við þurfum eiginlega að endurstokka allt heilbrigðiskerfið því að, hvað við kalla kunnahópurinn, hann er allt öðruvísi heldur en þegar þetta kerfi sem við erum með núna var byggt upp, til dæmis bráðavaktin. Hún var miðuð við þá sem að lenti ykkur vinnuslysum eða bílslysum eða einhverju slíku, eitthvað sem að verður fyrir einhverju skyndilega, fær heila blóðfall út á götu eða eitthvað. En þeir sem að þurfa á hjálp að halda núna er að stóruleyti aldrað fólk sem þarf eiginlega allt aðra móttöku og eiginlega allt annað kerfi. Þannig að kerfið okkar er smíðað í kringum allt annan kunnahóp heldur en að kerfið er að sinna. Já, einmitt. Ég held að þetta sé hljóta að vera bara spurning pólitíska vilja því að ég held að mín upplifun er allavega svo að heilbrigðisstarfsfólk sjálf vil gera allt til að bæta kerfið en það hefur náttúrulega bara ekki fjárráð eða mannafla til þess. Og kerfið er orðið svo fjársvöld lengi, það hefur ekki svona sköpunarmáttin í sér til þess að gera einhverja stóra breytingar. Þú færði eiginlega aldrei stuðning við það. Við ætlum að breyta hér öllu kerfinu, við erum ekki að spara pening, það er ekki hlustað á því, sko. Þú bara hlustað á því að spara pening. Einmitt. Herðu, fyrsta setningin sem að þú nefndir er að mamma mín dó, vildi ekki fara frá henni. Hvað merkir það? Sko, þegar fólk deyr þá breytist líkaminn mjög hratt og hann byrjar að breytast klukkutíman áður en svo þegar hann byrjar að kólna þá er eins og manneskjan sé alveg farin. Og mér fannst einhvern veginn á meðan ég fann ylinn frá líkama móður minnar, ég var með höndina á öxlina á henni, menn ég fann líkaminn var ennþá heitur, þá fannst mér hún ennþá vera smávegis hjá mér og ég er svona vísi í það, ég einhvern veginn vildi bara sitja hjá henni sem lengst þangað til ég fyndi einhvern veginn að hún væri farin. Þú fannst það að hún væri farin? Já, bæði og, en sko ég hef upplifað, ég var 23 ára þegar ég upplifaði andlát í fyrsta sinn, þá var ég ein hjá ömmu minni sem að dó á spítala og það var bara mér leið eins og það var eitt augnablik
bara sem skildi á milli lífs og dauða. En þegar mamma mín dó þá var eins og þetta væri lengri tími. Og mér fannst það áhugavert að mér fannst hún tækja hana alveg 5-10 mínútur að deyja. Og þannig já, og þetta er auðvitað mjög sterk upplifun að upplifa andlát annara og óendanlega sorglegt. Og þess vegna er svo mikilvægt að þetta geti líka í allir sorginni verið fallegt augnablik, að fólk fá að deyja við góðar aðstæður. Ef mögulegt er. Auðvitað er það ekki alltaf hægt, en það er svo ómetanlegt, held ég, bæði og ekki síst fyrir aðstandendur, að því að náttúrulega þegar fólk er orðið svona veikt þá veit maður ekki alveg, maður veit ekki hver meðvitundin er, en samt kannski finnur fólk fyrir nærveru og einhvað síður. Það er fátt átakalega en að fylgjast með einhverjum kveðja sem er ósattur og óttastöðan. Já, einmitt. Það er eiginlega hryllingur. Já, einmitt. Þannig að það skiptir máli að þetta sé ekki þannig. Já, ef það er hægt. Og ég var nú svo heppin með mömmu að hún var svolítið bara, hún sagði við mig, og ég hef heyrt þetta frá fleirum, að henni líði eins og hún var að fara í ferðarlag. Það var eitthvað nýtt í vændum. Hún var ekkert sérstaklega trúið, en hún trúði á að það væri eitthvað nýtt að taka við. Og henni fannst þetta allt svo tilgangslaust eða væri bara, hún hefði lifað til þess að deyja. Þannig að það hlyti að vera eitthvað meira og hún sannarlega trúði því og það hjálpaði henni og það hjálpaði okkur öllum sem vorum nákomin henni. Hún var að fara í ferðalag? Já. Eitthvert? Já. Einhver ókunnar slóðir, en það var gaman að ferðast. Trúðu þú því að mamma verið að fara? Eða var hún að hverfa? Já, þessari stundu þegar ég var hjá henni, þá fannst mér eins og hún væri að fara eitthvað annað. Ég trúði hennar tilfinningu. Og eitthvað myndi taka mótinni? Já. Og svo reyndar upplifði ég líka andlát núna í ár þegar tengdafóður minn lést. Hann var ekki með trúaður. En mér leiði svo að kem einhver, ég var satt hjá honum þegar hann dó á samt eiginkonans. Og það færði svo mikil þögn og kyrrð og ró yfir herbyggið bara 2 mínútum áður en hann fór. Og mér leiði það sem eins og væri einhver að sækja hann. Segi ég sem að mér finnst gott að trúa, en ég myndi kannski ekki segja að ég væri, já, ég veit ekki. Það er erfitt að skilgreina eigin trú. En við veitum það ekki. En ég held að hjálpi fólki auðvitað að trúir á að eitthvað taki við. Í þessum augnablikum þá eru rætur af ýmsu sem að fólk hefur svo trúað. En svo er dauðsvald auðvitað alltaf endalegt fyrir okkur sem að sitjum eftir. Ég meina minningarna lifa og fólk lifir eða foreldrar lifa einhvern hátt áfram í börnum sínum og öðrum sem að þau elskuðu og en það er samt eitthvað endalegt við þetta líka. Ég hugsa stundum það að ég get aldrei glatt móður mína aftur. Hún er farin. En þannig að það tekur tíma að átta sig á því. Já, og nú eru 2 ár liðin síðan mamma dó og ég hefði ekki getað setið hérna fyrir ári síðan og talað svona þetta. En núna þegar ég held að 2 árs það er eitthvað svona. Og kannski á það sérstaklega við mæður okkar, það eru nú svona það var stóran sess. Jú, reyndar en upphaflega autoritetið okkar. Já, kannski. Ég upplifði það þegar ég byrjaði að skrifa bókina ég byrjaði að skrifa hana 2 mánuðum eftir að mamma dó, bara sem svona úrvinnslu fyrir sjálfa mig. En svo áttaði mig smá saman á því hún ætti kannski erindi við fleiri. Og eftir ég hafi fengið svona jákvæð viðbrögð frá ritstjórunum mínum þá ákvaði ég að halda áfram og þá fór ég að takast aðeins á við andlát föður míns. Þá hefði ég bara bælt það svolítið niðri, allar þær tilfinningar sem voru tengdar því og það var margt í aðdraganda hans andlát sem að ég hefði vilja gera betur og vilja vera meiri stuðningu fyrir hann.
Hann var semst með nýrnabilun og stóð til boða að fara í aðgerð sem var ólíklegt að hann myndi lifa af, en samt einhverja smá líkur. Og hann var erfitt að taka ákvörðun og svo hann bað mig um að taka þessa ákvörðun. Og sem ég gerði og auðvitað, það var margt sem ég hefði viljað gera öðruvísi þar. Og lifði hann ekki aðgerðina af? Hann fór ekki aðgerðina. Fór ekki? Nei. Já. Og hann dó bara örfáum dögum síðar. Ég held kannski að hann ætti lengri tíma eftir. En þarna hefði til dæmis verið svo gott að fá meiri stuðning bæði fyrir mig og hann og okkur aðstandendur til þess að skilja þessa stóru ákvörðun og hvað það þýddi að hafna eða segja já og svona, já, það var... Þetta er ákvörðun sem er ekki hægt að taka? Þetta er ákvörðun sem er allavega ekki hægt að taka fyrir aðra. En ég gerði samt og allt í einu þegar ég var að skrifa hana texta og leyfði mér að vera svolítið reið út í foreldra mína fyrir að hafa sett mig í þessa stöðu og það var bara svolítið gott að því ég átti alveg rétt á því en ég fyrirgef þeim alveg líka að því ég skil sérstaklega eftir að mamma dó skil ég mjög vel það álag og ábyrgð sem var á henni við andlát föður míns þannig að ég var svona færum að sjá þessa aðstæður upp og nýtt en ég hafði alltaf svona þetta var of erfitt til að glíma við það þannig að maður það svona reynt að halda þig niður en þetta leita svona hlutir alltaf á mann og það var mjög gott að skrifa þetta og já, ég hefði viljað eftir að hyggja því að ég skynjaði þegar ég var búin að segja að mér finnst hann ætti ekki að fara í þess aðgerð að hann hefði viljað fara það innst inni. Hann vildi bara heyra mig segja það og já, þú veist, ég nefni þetta og segi kannski frá þessu að því ég held að þetta sé ekkit einstæmi, ég held að þetta sé svo rosalega margar flóknar og erfiðar ákvarðanir sem að fólk stendur frammi fyrir. Sem að veldur því að fólk bælir svolítið niður svona tilfinningunum gagnvart andlátinu. Já. Í staðin fyrir að kannski að leyfa sér að lifa í gegnum þér. Ég getur sagt að bara gæti verið eins og ástasorg, það er betra að lifa hana heldur en að hafna þess að láta eins og sé ekki hana. Þannig að eins og andlát og svona er eitthvað svona tími sem við verðum eiginlega að leyfa okkur að lifa þótt að í því getur verið dökkar tilfinningar og kannski tilfinningar sem við þekkjum ekki og erum ókunnar okkur. Já, einmitt. Þetta er svona sársökafullt tímabil en mikilvægt og mikilvægt held ég að fólk geti svona öðlast einhverja sátt við sjálft sig, hvernig það og aðra í því. Ég var að segja að við varum illa undirbúin undir þetta. Kannski er það þannig. Kannski er það vegna þess að sem að oft er talað að dauðinn sé orðinn okkur svona fjarlægur og við viljum ekki hafa hann, við viljum eiginlega fela hann. Já, einmitt. Þannig að við sitjum öll ein með hann einhvern veginn, þannig að hann er ekki svona samfélagslegt fyrirbrigði lengur. Nei, einmitt. Það var náttúrulega tískifræðimaðurinn Walter Benjamin sagði einu svona að áður fyrir hefði fólk dáið eða væri varla það hús eða herbyggi sem einhver hefði ekki dáið í en núna, og hann var að skrifa í byrjun 20. aldar en að þá væri sérsagt döðunum komið fyrir inn á stofnunum og auðvitað erum við komið þangað og nú er ég auðvitað að tala smá í mótsögn við það sem ég sagði áðan að ég er svolítið gagnrýnin á þetta fólk að geta verið heima hjá sér sem lengst en já, ég held að við þurfum bara að tala þess meira dauðan. Áttu við að þú myndi vilja að fólki væri boðið upp á að deyja heima eins og heimafæðing? Já, það er nú alveg boðið upp. Það er út af stofnuninni? Mjög veiku og dauðvona fólki er boðið upp á það. Og ég upplýði mér sér smá svona pressu frá aðstandendum að ég ætti að leyfa mömmu minna að deyja heima. En ég treysti mér ekki til þess andlega að ég er ekki viss ég hefði getað það. Staðið undir þessu til hlutverki að vera hennar stuðningur við þær aðstæður þar sem ég hefði líka þurft að hafa áhyggjur af svo mörgu öðru. Þess að vera læknir og hjúkrunarfræðingur auk þess að vera aðstandandi. Það sé nóg að vera aðstandandi. Já, það er alveg meiri nóg. En bara já. En ég held að með því að tala bara það sem er í vændum og hlutin eins og þeir eru og að þá
þá sé auðveldara kannski að komast í gegnum svona tíma. Og líka bara, það náttúrulega skrítið kannski fyrir manneskju sem komin inn á líknadeild og hún segir kannski já, nú er ég stutt eftir og fólk segir nei, láttu nú ekki svona, þú nærðir örgla. Þegar hún veit að hún nær sér ekki og fólk veit að innst inni, en þetta eru samt algeng viðbröð. Já, ég hef séð það. Já, mamma var komin elliglöpp, þannig að hún vissi ekki alltaf alveg af hverju var hana. Hún vissi að hún var komin heim til Hafnarfjarðar. Hún hefði farið hlutur Hafnarfjarði sem hún elskaði mikið og gerðist eiginlega ýktur haffiskur þjóðundi sinni þegar fór á líf og æfin og nefndi ekki að tala við neitt nema að væri frá Hafnarfjarði. Nei, ok. Fannst það ekki bara tílera sínu lífi. Nei. En stundum vissi hún væri komin aftur heim, en stundum vissi hún ekkert af hverju var þarna. Og hvort hún, þessi tilfinning sem þú ert að tala að þetta sé endanlega í staðurinn. Já. Það var, ég veit ekki alveg hvort að við höfum talað það þannig. Nei, auðvitað kannski á það ekki alltaf við og sérstaklega ekki þegar annarkvort þegar það einhver smá von eða þegar fólk einmitt komið heilabilun eða Alzheimer. Það náttúrulega bara svo Þannig að þú veist að tala svona eitthvað sem gerist í þessa síðustu daga að þá var það hann í tilfelli mömmu að hún færðist eða vitundin að færðist inn á æskuheimili hennar. Já. Þannig að þegar ég kom þá spurði hún hitturðu Gunnar bróðir sem var löngu dáinn. Einmitt. Og fólkið hennar hafi allt verið í kringum hana. Já. Og það bjóð til þess svona tilfinningu og maður hugsaði þessi tilfinningu sem okkur sagt að við séum að þeir sem eru gengnir tækja mót okkur. Já. Hefur náttúrulega bara orðið til við dauðsfall svipað og þetta, þar sem að mamma eiginlega færðist úr þessum raunveruleika yfir í raunveruleika æskuheimilisins sem að var í hennar lífi bara hinn glæsti tími. Allt lífið var fölnaði í samanburði við þessa dásalgu æsku sem að hún gat endalaust sagt sögur af. Og hún eiginlega hvarf inn í þann heim. Já. Sem að var. Þannig að það náttúrulega ótrúlega mikilvægt að vita þá líka sem aðstandandi henni leið kannski bara vel. Já. En svo komu augnablik þar sem að maður átti að sjá því að hún var óttafull. Og það var að eitthvað lítið tengt dauðanum, ég er ekki alveg viss, Nei. Ég hugsa það. En það líka þegar þú hefur ekki alveg tök á lífinu, veist ekki hvað hlutinir eru, þekkir ekki fólki sem að kemur. Já. Hún þekkti ekki alla aðstandendur sína. Nei, einmitt. Og gæti ekki tíma, gæti ekki allt upp í hálftíma, allt í einu þá upplifði maður að hún þekkti barnabörnin. Einmitt, já. Tengdamóðin mín með Alzheimer og ég get einmitt tekið undir þetta svo ótrúlega furðulegu sjúkdómur og erfiður og svo margan hátt. Það getur verið erfiður fyrir aðstandendur sem að sakna manneskjunnar sem stendur fyrir fram að. Já, þetta er svona langt sorgarferli að Já. En að því þú talar þetta, þessa tilfinningu að fólk sé að taka á móti einhverjum, að það er náttúrulega sem aðstandandi dauðvona einstaklings þá fær maður svona bækling á spítalanum. Það sem er svona falleg lýsing á því, mjög góðu bæklingur, falleg lýsing á því að það megi ímynda sér dauðan eins og viðkomandi sé að fara yfir fljót og hinum bakkanum standi fólk og taki þessast aðrir, þeir sem eru farnir á undan standi og takja á móti og það er náttúrulega mjög algengt svona þegar dauðastundir nálgast að fólk hverfi svolítið inn í sig. Ég hef séð það gerast en ekkert alltaf og mér fannst þegar ég satt hjá pappa mínum þá einhvern veginn fannst mér gott að lesa þennan texta og sjá þetta fyrir mér svona myndrænt. En ég upplifði með mömmu að þetta er raunveruleg tilfinning. Ég held að þetta væri svona ferri til, eða svona væri sagt eitthvað til að hugga okkur. En tilfinningin í þessu, í sögunni, mér finnst hún öll vera þarna. Já, einmitt. Það má, þú veist, og ég er ekki að segja að sé svona. Nei, við vitum það ekki, það veit að víst enginn. Svona hvarf vitund mömmu
Þú sagðir hérna með mömmuðina, heyrðis mér, að því að sömuleitt eru við sko sjálfstæðar veraldir og við, allt sem að við upplifum, öll heimsmyndi sem við göngum með inn í hausnum á okkur. Þannig að þegar við förum að þá eiginlega hverfur heimur, ykkur sem er einstakur og hérna verður aldrei endurtekinn. Nei. Þannig þetta er stór stund í hvert skipti ef við trúum því að hvert líf sé heilagt og hver einstaklegur heilagur, þá er þetta náttúrulega ótrúlega stór stund þegar einhver kveður. Já, bæði þegar einhver kveður og þegar einhver fæðist. Það er stórkostlegt. Já, og þetta er nefnilega á einhvern hátt svolítið svona sambærileg tímabil og jafn djúp reynsla að vera viðstættu fæðingu og andlát. Já. Og fólk þekkir það sem er í fjölskyldum, það sem missir eitthvað og svo kannski 10 dagar seinna fæðist eitthvað sem getur gert fjölskyldur svo dásamlegar að þeir eru það kemur alltaf eitthvað nýr til þess að verða ástokkin af. Já, við þurfum kannski bara einmitt að sætta okkur við að við erum öll döðleg og þurfum að reyna að lifa lífinu sem best og hérna sem fallegastan hátt. Herðu, Sigrún Alba, takk fyrir að skrifa þessa bók sem að ég nú eiginlega, eins og ég var að segja áðan, hef búin að vera að tala að vanti. Já. Hérna fyrir þá sem að gangi í gegnum það sem að flest okkar gera, að fylgja foreldrum okkar til grafar. Já. Það er eiginlega þannig sem að lífið ætti að vera. Já, einmitt. Það er óendanlega sárt þegar foreldrar fylgja börnum sín til grafar. Já, það er náttúrulega sorg sem er kannski á einhverju öðru leveli ef svo má orðið komast, en þetta er líka og hérna allt í lagi ávarpa það líka að þetta er auðvitað ekki mesta sorg sem hægt er að upplifa, en þetta er samt mikil sorg að missa einhvern sem maður hefur þekkt alla sína ævi og hérna og þekkir mann kannski betur en nokkur annar. Eitt sem að fólk talar að þegar þú er búin að missa báða foreldra þá ert þú efst. Já. Það getur verið marg svona tilfinning, þú er næst. Já, ég var 50 þegar ég var komin í þessa stöðu að eiga ekkert foreldri á lífi og sumuleyti fannst mér það mjög ungt að því að stundum nær fólk 70-aldri án þess eða hátti það að kemst í þá stöðu, en auðvitað er þetta ekkert sambaralegt við það samt að missa foreldri sína þegar maður er barn eða 20 eða 30-aldri. En þessi tilfinning að vera nú getur þú ekki hallar upp að neinum? Nei, ég var bara að leita til mannsins míns og hérna barna og hérna og vinna. En það er einmitt, ég skrifa svolítið líka dætur mínar í þessari bók að því að þetta er svolítið eins og komst inn á áðan. Þetta er tímabil þar sem að fólk er svona farin í ný hlutverk og kynslóðir að hérna taka við nýjum hlutverkum. Þannig að þegar að mamma þín fer að þá fæðist nýtt hlutverk hjá þér? Já, það gerir það. Svona, er það ættmóðir? Já, og þetta, ég segi einhvers staðar í hérna bókinni það er mikið sem að leggur á börnin sín og þá er ég auðvitað að tala um sjálfa mig en ég er líka að tala um mömmu og já, það er svolítið þannig við þessar aðstæður, þá gerir maður það og já. Það er hlutverk sem að við erum reyndar verið rætta líka svolítið að það sé svona aldursfordómar í samfélaginu okkar og kannski svona eldra fólk gangi ekki inn í hérna svona sess sem að nýtur virðingar og við höfum verið að ræða svona nýðaldana. Í öllum menningum er það þannig að við horfum til gengina kynslóða og sækjum þangað einhverja svona visku og vit. Nema eiginlega í þessu tilraunaverkefni sem við erum með hérna á Vesturlöndu núna, að við hlustum ekki á gamla fólk. Að það er bara þegar fólk er orðið rúmlega fyndut, að það var eiginlega orðið ómark. Já, og það er nú ekki gott. Er að því ég sagði svona eins og ættmóðir, það var náttúrulega kannski kynslóð ömmu minnar og fleira, þar sem að þær gengu inn í þetta hlutverk, fóru í peysuföt og tóku þessu hlutverki og þetta var virðingarsess. Jú. Já, ég er nú enn í stríð og sko. Ég veit ekki hvort að sko konum á þinni kynslóð standi þetta hlutverk til boða hérna. Nei, en maður er svona, það er samt eitthvað nýtt að eiga engan sem er eldri og reynslu meiri sem maður getur leita til með sama hætti og maður leita til foreldra sinna.
Það er raunverulegt hlutverk. Já. En Sigrún Alba, takk aftur fyrir að skrifa bókina. Já, takk hérlega fyrir samtalið. Takk fyrir komuna. Við þakka aftur Sigrúnu öllu gestum sem hafa komið hingað í kvöld og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjallsið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfið samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáið hér eða heyrið og ykkur líkar. Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það er snjallt að stilla bílaútvarpið á þá bylgjulengd, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann. Spilari.is á netinu og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminu, þar sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum komin í kabalkerfin suður með sjó og kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það er fólk sem telur að samstöðun sé mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi. Það sé nauðsynlegt fyrir okkur að halda uppi öflugri og djúpri samfélagsumræðu með þetta rauða borð. Ef þú ert sama sinnis, þá hvet ég þig til þess að fara inn á samstöðun.is. Það er hnappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir áskrift. Grunnáskriftinn 2.750 krónur. Þú mátt borga meira og vilt og því sem kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur í bili. Ég segi góða nótt. Svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 8. Þá verða það fréttir á samstöðunni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.